Eins og þið veitir þá ég að fara út. Nítjánda janúar. Pabbi verður 81 árs. 19. janúar. Ég veit hvaðan ég að fara. Og ég veit hvert ég að fara. Kona mín er svo heppin og henni tekst að skipuleggja allt rosalega vel. Ég byrjaði síðustu helgi. Úff. Og í dag þá einhvern veginn rann upp fyrir mig, Kalli, þú ert að fara eftir örfáa daga. Það er ekki bara, ég átti verið að segja að fara svona út. Ég skil eftir fjölskylduna mína. Skil eftir foreldrana mína, systkini mín. Ég skil eftir Ragnheiði litlu og stóru. Ég er að fara. Textin sem ég fekk fyrir kvöldi var engilinn sem Guð sendi Ísraelsmönnum til að fylgja þeim út úr Egyptalandi. Þegar maður er að fara þá byrjar maður á því að byrja að pakka niður. Ég skal játa það fyrsta sem ég pakkaði niður voru stuttbuxur. Og svo byrja ég að tína til. Það er snyrtitaskan, það er olíu, nerfur, sokkar og ég haldi áfram. Hvert að fætur öðru sem ég þarf á að halda úti. Svo slóða mig, en Kalli, hvernig er það með andlegu hliðina? Hverju pakkar er niður þar? Manstu eftir að taka með þér þolinmæðina, biðlundina, fyrirgefninguna, æðruleysið, kærleikann, trúna. Eða leyfurðu þér að efanum, kvíðanum og náð svona tökum á þér að þú gleymir einhver af þessum. Þaðan sem þú ert að fara. Og þá langar við að lesa versin sem ég veit. Hví hrópar þú til mín, segir Drottinn. Segðu Ísraelsmönnum að þeir haldi áfram, en lyft þú upp staf þínum og réttu út hönd þína yfir hafið og kljúf það, og Ísraelsmenn skulu ganga á þurru mitt í gegnum hafið. Sjá, ég mun herða hjörtu Egypta, svo að þeir skulu sækja á eftir þeim, og ég vil sýna dýrð mína á Faró og öllu liðsafla hans, á vögnum hans og riddurum. Og Egyptar skulu vita að ég er Drottinn, þá ég sýni dýrð mína á Faró og vögnum hans og riddurum. Engill Guðs sem gekk á undan liði Ísraels færði sig og gekk aftur fyrir þá, og skýstólpinn sem var fyrir framan þá færðist og stóð að baki þeim. Og hann bar á milli herbúða Egypta og herbúða Ísraels. Og var skýið myrkt annars vegar, en annars vegar lýsti það upp nóttina
og færðust hvorugi nær öðrum alla þá nótt. Kalli, hverju pakkar þú niður? Þegar ég las þennan texta aftur í dag, þá fannst mér þetta sýna svo vel það hvað kristniboðssambandið snýst. Fólkið hrópaði á Drottinn og Drottinn svaraði. Drottinn hafði útvalið þjón sem að Móses var og hann hafði ákveðið hlutverk fyrir sitt fólk að lyfta upp hönd sinni og kljúfa hafið. Kristniboðsvinirnir eru þessi upprétta hönd sem að biður og klífur hafið. Ég er þessi nöldrandi Ísraelíti sem fæ að ganga þurrum fótum vegna fyrirbiðjendanna sem að heima eru. Vegna þess að ég er borin uppi, vegna þess að það eru kristniboðsvinir sem að halda uppi höndunum og hrópa til Drottins og leyfa Guði að nota sig til þeirra þjónustu sem þeir eru kallaðir til. Að halda starfinu uppi. Og ég geng þurrum fótum í gegnum hafið. Ekki vegna þess að ég sé eitthvað merkilegur en aðrir, heldur vegna þess að Guð vill fá að nota okkur. En Kalli, hverju pakkarðu niður? Ég þarf bara á einu að halda. Ég þarf bara á Drottni mínum og frelsara að halda. Með mitt bakland, með mína fyrirbiðjendur, með mitt fólk á bakvið mig, veit ég að ég er í öruggum höndum vegna þess að ég þjóna hinum lifanda Guði sem gefur líf og von. Og það er hann sem gefur mér friði. Það er hann sem gefur mér æðruleysi. Það er hann sem gefur mér fyrirgefningu. Hann er friðurinn. Hann er fyrirgefning. Hann er kærleikurinn. Hafi ég hann, þá hef ég allt annað sem ég þarfnast. Ég þarfnast einskis fleira. Svo sendir hann engilinn sem stendur á milli mín og kvíðans og sorgarinnar. Svo fer það að hvíla á honum sem hann gefur mér frið. Ég þarfnast hans. Og það ótrúlega var að ég fékk svar. Þetta úr Jesaja 41 og nú les ég það eins og það blasir við mér. En þú, Kalli,
þjónn minn sem að ég hefi útvalið. Þú ert þjónn minn. Ég hef útvalið þig og eigi hafnað þér, segir Drottinn. Þá get ég farið. Þá ég rólegur mitt í óróleikanum. Þá ég öruggur mitt í öllu því sem að gerast í tilfinningalega, hugsunarlega. Þetta allt í lagi. Það þarf ekkert að verða æðislegt. Ég þarf bara að vera með honum þar sem hann vill að ég sé. Ég að fara út til að segja frá því sem að Drottinn hefur gert. Ég að fara út vegna þess að þið ekki senda mig. Guð hefur útvalið okkur, ekki við valið Guð. Leyfum honum að nota okkur, leyfum honum að vera okkar friður, leyfum honum að fylla okkur af fyrirgefningu og sátt við sjálf okkur og við þá sem að mætum, þá sem við umgöngumst dagsdaglega. Leyfum lífinu að snúast hann. Þá þetta allt í lagi. Það alltaf líf. Þannig að hann lífið. Hann sannleikur. Enginn sem trúir að hann með nokkuð tíma degi. Hvað viljum við meira? Ég þarna einskis annars, ég þakklátur fyrir það sem ég fengið. Þetta sá Guð sem við tilheyrum. Sá Guð sem vil nota okkur vegna þess hver hann Skulum biðja. Drottinn, ég þakka þér fyrir Kristniboðsvinina. Ég þakka þér fyrir þá óeigingjörnu þjónustu sem að þeir hafa tekið á sig, Drottinn. Þú hefur kallað þau til. Ég þakka þér fyrir alla fyrirbeðindina sem að ég og fjölskylda mín öll fáum að njóta, Drottinn, og ég bið að blessa einn og sérkvæmt ríkulega. Þú þekkir með nafni, Drottinn minn. Viltu snerta við þeim, viltu blessa þau eitt og sérkvæmt. Úthella þínu heilaga anda yfir þau og blessa þau ríkulega, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það að við fáum að taka þátt í starfinu á Kristniboðsakrinu. Hér heima og úti, í Eþíópíu, í Kenýu, Satsjö og útvarpskristnum voru inn til Kína, í Japan. Drottinn, við biðjum þig að gefa okkur fleiri þjóna í ríkið þitt. Fleiri til að senda út, til að taka þátt í störfunum. Þú vekja upp kristniboða meðal okkar, Drottinn. Kalla ungt fólk til að taka þátt. Til að efla og styðja við Kristniboðssamband. Við fyrir starfsmönnunum og öllum, fyrir stjórninni, Drottinn. Vilt þú veita einum og sérhverjum það sem hann þarfnast. Við biðjum fyrir Leif og Gatskó í Japan og börnunum, Drottinn. Blessaðu þau. Blessaðu okkur. Biði í þínu heilaga nafni og svo segjum við saman: Faðir vor,
Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo í jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vårt daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldurum. Ei leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Fyrir þetta. Nú við ætlum að biðja sérstaklega fyrir Kalla á þessari ferðans, það er Ragnar Gunnarsson sem stjórnar því.